Í dæmi 2263 eigum við enn að reikna út þríhyrning. Við eigum að finna allt sem óþekkt í þessum þríhyrningi ABC. Þannig eru gefnar hliðarnar C og B og hornið A. Og við byrjum á því, það liggur eiginlega beint við hérna að því að við eigum að reikna út eða þekkjum ekki hliðina á móti gefna horninu, að byrja á því að reikna hana. Og við getum þá sagt að notum bara kósinusreglu á það. Við sjáum strax að A í öðru jafnt og 5,1 í öðru pluss 6, þetta 5, A í öðru jafnt og 5,1 í öðru pluss 6,3 í öðru mínus 2 sinnum 5,1 sinnum 6,3 sinnum kósinus af 32 gráðum. Og við setjum þetta bara beint inn í reiknivélina. Getum reynda bara að reikna þetta út strax vegna þess að við vitum að A þá jafnt og rótin af öllu þessu dóti hér, það sé 5,1 í öðru, 6,3 í öðru, mínus 2 sinnum 5,1 sinnum 6,3 sinnum kósinus af 32. Og við reiknum þetta bara allt saman í einu góli og fáum út að A það bil jafnt og 3,35. Við erum búin að finna að A jafnt og 3,35. Ok. Þá getum við farið að nota sínusreglu. Oft nú auðveldar að reikna með sínusreglu. Hún allavega ekki neina rætur eða svoleiðis stótar í. Þannig að við getum nú notað sínusreglu til að finna rest. Ef við byrjum, þá spurningin, hvað eigum við að taka næst? Nú eiginlega sniðugast að skoða hvort hornið minna af þeim tveim sem við óþekkt eru. Við sjáum að B liggur á móti hlið sem 6,3 og C liggur á móti hlið sem 5,1 og þá getum við verið alveg viss það að hornið C hlýtur að vera hvasst. Við vitum ekki hvort að hornið B hvasst, en við vitum að hornið C hlýtur að vera hvasst vegna þess að það ekki stærsta hornið í þríhyrningnum og horn sem ekki stærsta hornið í þríhyrningnum getur ekki verið gleitt vegna þess að það getur ekki verið 2 gleiðhorn í einu þríhyrningi. Þannig að við vitum að C hlýtur að vera hvasst og þess vegna notum við C. Við vitum þá að ekki kósinus heldur sínus af C deilt með 5,1 jafnt og sínus af 32 gráðum deilt með 3,35 sem við vorum að finna út rétt áðan. Og þá leiðir af því að C það jafnt og sínus í mínus fyrsta af 5,1 sinnum sínus af 32 deilt með 3,35 og það þá nákvæmlega 53,8 gráður það byrja 53,8 gráður. Þá erum við búin að finna það. Hornið C þá 53,8 gráður og það ekki rétt að nota bara hornarsummu til þess að finna hornið B. Hornið B það sama sem 180 gráður mínus 32 gráður eða 32,0 mínus 53,8 gráður sem 94,2 gráður. Þannig að við erum búin að finna allt sem beðið var
Hornið B er 94,3 gráður. Hliðin A var 3,35, hornið C var 53,8 og hornið B 94,3 gráður. Þar með það búið.